Öllu, það 5-1 sigur á Hlíðarenda. Það var einhvern veginn aldrei spurning, fannst manni. Við komum bara mjög sterkt inn í þennan leik. Frábær frammistaði hjá strákunum. Ég er virkilega stoltur af þessari frammistöðu. Bara allt kredit á þá hvernig þeir djöfluðust í leiknum, hvernig þeir voru að vinna fyrir hvort annan, allir lausu boltarnir, hlaupa tilbaka. Þetta er standardi sem við erum búin að setja okkur sjálfa og virkilega sáttu með hann. Þetta er svona kannski stórleikur umferðarinnar, komist snemma í tiltölulega stóra forystu, svona góða forystu. Er það ekki líka svona ákveðin kúnst að halda dampi og svona halda áfram bara með ykkar leik þótt þetta var svona svo gott sem komið í fyrri hálfleik? Jú, það er alltaf, þú veist, þetta er þetta mental side af leiknum, er að þú veist, þegar það er búið að ganga vel og það er ekki bara með þennan leik, það er líka heldur bara með tímabili eins og það er rosalega létt að byrja að slaka og við eigum það svona tilhneigingin er að slaka á þessum momentum en við bara erum á missjóni, við erum alltaf að reyna að bæta okkur leik og gera betur, setja standardinn herra og herra og það fannst mér takast vel í dag. Óskar Borgþórs skorar 3 og leikur beitt, það er kannski erfitt að biðja um eitthvað meira frá honum í dag kannski? Eða hvað? Já, hann bara stóð sig frábærlega og hann alltaf fekk líka frábæra frábæra surf frá liðsfélögum sínum og hann verður að vera góður við þá og að því að þeir hjálpa honum mikið til við þetta en bara frábært. Óskar er búinn að vera mjög heitur núna, líka búinn að vinna vel fyrir þessu, hann átti skilið. Aron flottur í markinu í dag, fer hérna niður í smá stund og þá leit maður á varamannabekkinn og þetta er engin varamarkmaður, hvernig var það eitthvað alvarlegt og hvernig standa þessi markverðarmál hjá okkur núna í dag? Nei, ég held að hann hefði fengið eitthvað högg á hausinn og hann var nú alveg verkjaður en hann er bara sýndi þvílíkan karakter og harkaði þetta að sér en viðurkenna það og fór smá hann. Vill helst ekki þurfa að setja Viktor í markið en þau markmannamálin ættu að vera búin að skýrast áður en við komum tilbaka úr fríinu. Og lokum er Skaginn úti næst í bikarnum, bara svona annað verkefni kannski sem býður ykkur upp á Skaga? Já, bara hörkuleikur við Skagamenn. Þeir verða á sínum heimavelli og bikarkeppnin hefur sitt eigið líf og þeir munu mæta brjálæðir í þann leik en við þurfum bara að halda áfram þessu góða gengi okkar og þessum og setja þennan halda áfram þessum standard sem við erum búin að sýna. Við megum ekki droppa það niður, við erum bara að halda áfram að bæta okkar leik og mæta hungraðir á hverja einustu æfingu og reyna að bæta okkur þar. Takk fyrir að ganga vel.